Komið þið sæl. Nú ætla ég að fjalla lítið raka í byggingum. Raki og rakaþétting er samnefnari fyrir flesta skemmdir í byggingum hér á landi og valda raki og rakaþétting mestum skemmdum og vandamálum í byggingum. Og ég fullyrði að rakaskemmdir er einna mesti kostnaður í viðhaldi bygginga í dag. Andrúmsloftið samanstendur af mörgum lofttegundum, ein þeirra er vatnsgufa eða raki, og rakinn getur komið fram í ýmsum vandamálum í byggingunum, eins og til dæmis með rakablettum, frostskemmdum, fúa, myglu, skemmdum á málingu, tæringu, sýnilegum saltúthellingum, sprungum í efni, þenslu og spennu í efnum. Fjöllum nú örlítið nánar rakann. Þéttulegu í húsum bygginga. Í húsbyggingum gildir sú almenna regla að þeim er skipt í vindþéttilag og rakavarnalag. Hvort fyrir sig hefur ákveðna virkni og hlutverki sem stjórna því hvers konar efniskröfur eru gerðar til hvors lags fyrir sig og er því nauðsynlegt að þekkja bæði lögin. Vindþéttilag gegna því hlutverki að hindra vind og loftstrauma, að vind og loftstraumar ná að blása inn í einangrunina. Við það að vindur komast í einangrun rýrnar einangrunargildi hennar. Einnig er það hlutverk vindþéttilags að vindur berist inn í byggingu og vindþéttilagið leiðir líka í burtu vatn. Það er yfirleitt við kaldari brún byggingarhlutans, það þarf að geta andað. Og rakavarnalagið og meginhlutverk þess er að stöðva rakaflæði og rakastreymi innan frá og út í byggingarhlutann og koma í veg fyrir rakaþéttingu í byggingarhlutanum. Það skal þess vegna sett á heitari hluta byggingarinnar, eða minnstakosti það innarlega að rakaþétting geti ekki orðið innan við rakavarnalagið. Oft er miðað við 20–25% af heildareinangrun byggingarhlutans verði fyrir innan rakavarnalagið. Þessa staðsetningu þarf að meta í hverju tilfelli fyrir sig og miðað við aðstæður. Vandvirkni við uppsetningu rakavarnalags er mikilvægur þáttur í byggingunni. Nú skoðum þetta aðeins nánar með vindþéttilög og staðsetningu rakavarnalags. Nú, ef við gefum okkur það að við séum hér með útvegg og segjum að grindin séu 200 millimetrar. Nú, við segjum að þetta sé úti og þetta hérna megin sé inni. Við ætlum að vera með að rakavarnalagið hérna megin. Við ætlum að vera með rakavarnalagið hérna og við ætlum að vera með einangrun 200 millimetrar og setjum rakavarnalagið einhvers staðar hérna. Og þetta þýðir einfaldlega það að hérna er vindþéttilagið
hérna rakavarnarlagið. Og við ætlum að vera með hana 20–25% fyrir innan einangrun. Og þá þetta hérna 150–160 millimetrar og þetta hérna 40–50 millimetrar. Þá myndi þetta líta einhvern veginn svona út. Fyrir innan þetta kemur svo væntanlega lagnagrind og klæðningin á innvegginn. Við utanverðu kemur þá væntanlega utan á þetta kemur loftunargrind, segjum að þessi standandi klæðning. Þá koma listar á útvegginn svona. Rakavarnarlagið, vinduefnin hérna upp við vegginn og síðan kemur standandi klæðningin hér. Hér erum við með einfaldlega í þessu bili klæðningin. Hérna erum við með lista fyrir lagnagrindina. Og þetta lagnagrindin hérna. Lagnirnar koma hérna inn í þetta bil. Þetta lagnagrindin. Hér getur við verið með ýmis rör, rafmagnsrör, vatnsrör eða hvað sem 40–50 mm einangrun. Rakavarnarlagið hérna 150–200 mm einangrun hér á þessu svæði. Vindvarnarlagið að utanverðu, loftunargrind sem gæti verið 12–20 mm hérna og síðan utanásklæðningin. Þetta gæti verið hefðbundinn timburveggur útveggur í timburhúsi. Eins og ég sagði áðan að þá staðsetningin á rakavarnarlaginu 20–25% fyrir innan einangrunina, háð þó ýmsum öðrum forsendum. Og höldum aðeins áfram með raka í byggingum. Rakinn getur komið fram í ýmsum myndum, úrkomu, slagregni, regni, snjó. Og slagregnið algengt og fellur ekki í logni, heldur miklu roki. Og það veldur því að það myndast yfirleitt undirþrýstingur í húsnæðinu sem að gerir það verkum að hárpípukraftur virkar á sprungur, örfínar sprungur og dregur vatnið inn í bygginguna. Og það byggingarraki, það raki inn í lofti, það mettunarraki og jarðraki. Byggingarraki á byggingartímanum byggingarraki. Á byggingartíma kemur mikill raki í bygginguna, til dæmis það bil 80 kíló af vatni í hverjum rúmmetra af steypu sem þarf að þotna út af með
að neðlegt rakastig náð í steypunni. Það mikilvægt að þurrka byggingarraka til að koma í veg fyrir skemmdir á byggingarefnum eins og timbri og jafnvel þarf að klæða timbur í plast þegar það kemur inn í nýbyggð hús. Raki inn í lofti ræðst af rakamagni út í lofts vegna þvotta og loftræstingar. Það ræðst einnig af innanhús hitastigi og liggur hlutfallsrekinn oftast á bilinu 30–60%. Hann hærri á sumrin og lægri á veturna. Að vetrarlagi má hlutfallsraki ekki fara yfir 40–45% því þá þéttist raki á einangrunargleri og fleiri köldum byggingarhlutum þegar kalt úti. Byggingarraki í innlofti getur valdið ýmsum óþægindum gagnvart manninum. Ef hlutfallsrakinn er of mikill eða of lítill getur hann leitt til veikinda í öndunarfærum. Ef rakinn er mikill inni getur hann þést á ýmsum köldum stöðum í byggingunum og valdið skemmdum eins og málningu, fúnum á timbri, saltútfellingum. Í nýjum íbúðum er rakinn yfirleitt mestur. Mettunarraki við ákveðið hitastig getur loftinnihald aðeins haldið takmörkuðu magni af vatnsgufu. Þetta rakamagn kallast mettunarraki loftsins og er hitaháður. Hann getur breyst og eykst við aukið hitastig. Mesta magn vatnsgufu áður en þétting á sér stað. Mesta magn vatnsgufunnar áður en þétting á sér stað kallast mettunarraki. Þegar heitt loft kólnar getur orðið rakaþétting ef rakastig heita loftsins er nægilega hátt, þó svo að rakamagn loftsins hafi ekki breyst. Hitun eða kæling lofts ein sér breytir ekki rakamagni þess. Loftraki er reiknaður sem hlutfall af mettunarraka úr gefnu upp í prósentum og kallast hlutfallsraki. Rakamyndun innan húss getur orðið vegna matreiðslu, þvottar, útgufunar frá manninum og er reiknað með að raki frá 4 manna fjölskyldu auki rakamyndun innan húss um hálfan lítra á klukkustund. Jarðraki er allur sá raki sem er í jarðefnum og skapast af grunnvatni og vegna gufuþrýstings. Byggingarhlutar sem ná undir yfirborð jarðar verða fyrir töluverðu vatnsálagi og hárpípusögn. Í fínkorna jarðvegum getur hárpípukraftur orðið margir metrar. Ef til dæmis gólfplata er í beinni snertingu við jarðveginn getur vatn sogast upp vegna hárpípukraftsins og til að hindra þetta verður að nota efni undir plötu eða utan á sökkla eins og til dæmis plastdúk eða tjöruber á sökkla. Efnin bregðast mismunandi við raka. Raki minnkar mjög einangrunarefni gljúpra einangrunarefna. Við rakabreytingu breyta efnin lögun sinni og þenjast út og dragast saman, lengjast eða styttast. Breytingar leiða oft til skemmda í efni bólgnar upp, sprungur myndast og svo framvegis. Breytingar eru mestar í timbri og timburvöru. Burðarþols- og teygjueiginleikar efna breytast í raka. Viðnám gegn frosti getur minnkað eða jafnvel horfið við hátt rakastig. Þetta á sérstaklega við steinefni. Raki getur leitt til litabreytinga og útfellinga á yfirborði. Loks hefur rakamagn í innlofti afgerandi áhrif á inniloftsslagið þegar heilbrigð þrifnaður og vellíðan manna. Eitt af því vandamáli sem við búum við hér á Íslandi heitir kuldabrúr og er ein helsta ástæða fyrir rakablettum og rakaskemmdum innanhúss. Kuldabrú í mannvirki er það sem er vel leiðandi einangrunarefni. Kuldabrú í mannvirki er það sem vel leiðandi efni gengur í gegnum efnishluta með góða varmaeinangrandi eiginhluta. Kuldabrú er það nefnt þegar efni sem lélegur einangrandi sker í sundur einangrunarlag byggingarhluta. Kuldabrú skiptast í lengdarkuldabrú og punktakuldabrú. Kuldabrú er það sem burðarverki svo sem gólf og milliveggir rjúfa einangrun. Einnig er kuldabrú í kringum glugga, sperrur í þökum og stoðir í útveggjum timburhúsa. Meginástæðan fyrir þessu vandamáli er sú að við einangrun yfirleitt að innanverðu. Einkenni
eru að varmatap verður meira þar sem kuldabrú er og yfirborðshiti verður mjög lágur og getur orsakað trekk. Heita rakaloftið þéttist og kólnar niður fyrir daggarmark. Þegar það kemur við kalda yfirborðið og getur valdið rakaskemmdum og jafnvel fúa í timburklæðum. Einnig koma fram litabreytingar við kuldabrýr. Einnig myndast saltútfelling úr steypunni. Hitabreytingar geta orðið það miklar að það myndast sprungur í steypu við kuldabrýr og járn getur slitnað við þær. Og skoðum aðeins nánar kuldabrú. Hvað er kuldabrú? Kuldabrú er, eins og ég sagði áðan, mjög þekkt fyrirbæri í íslenskum byggingum. Ef við ímyndum okkur það að við séum hér með útvegg, hér er gólfplatan, og hér er loftapplatan. Við erum með útvegginn einangraðan, við erum með sökkulinn einangraðan og gólfplötuna. Við erum með malarfyllingu hér og þetta eru steinsteyptur útveggur hér sem við höfum. Og það er engin einangrun á utanverðu, hún er eingöngu hér að innan, eins og við sjáum hérna. Hér er bara hefðbundin einangrun og þetta er inni. Og hér er úti og það er 10 gráðu frost úti. Og hérna inni eru 20 gráður hiti. Svona. Við þetta þá getum við séð rakaskemmdir, rakabletti hér og hér. Kíkjum aðeins á næstu glæru. Hér á þessari glæru er döggun, þétting við útholt sem getur leitt til miklu og rakaskemmda. Hér er talsverð skemmd orðin ljós. Og eins og ég sagði áðan, við ákveðið hitastig út og inni og mikinn raka, þá verður þétting sem á sér stað hér í þessum glugga og málingi getur skemmst. Skoðum kuldabrúna aðeins betur. Það sem gerist er að kuldinn kemur hérna í gegn. Hann leiðir í gegnum byggingarhlutann. Það sama á sér stað hér. Hér er kuldabrú. Þetta er lengdarkuldabrú svokölluð og gerir það að verkum að hér verður alltaf kalt og rakt. Þess ber þó að geta og oft á tíðum er sett einangrun í loftin hérna og eftir því sem að hún er lengri inn á loftið þeim mun minni kuldaleiðni á sér stað hér. Ef við ímyndum okkur það að hér værum að horfa ofan á innveggi, þetta væri innveggir, þetta væri útveggurinn og hér værum við að horfa á gólfið og þá væri væntanlega einangrun hérna líka
þá er mjög gott að setja hérna inn í stiftavegginn smá einangrun. Hérna. Til þess að koma í veg fyrir þessa kuldabrú. Og myndi að líta svona út. Og þetta hérna væri einangrun. Og þá sjáum við hér erum við strax búin að slíta og lengja þetta ferli hérna og eftir því sem við förum innar þeim minni kæling verður hér. Nú, ef við höldum áfram með þessa hefðbundnu kuldabrýr og það er ekkert gert, þannig að þetta bara látið halda sig svona. Og þá getum við lent í því að kalda loftið sem er hér, kalda loftið fellur niður og heita loftið fer upp. Sem að þýðir þá væntanlega hérna kemur heita loftið upp, skellur á kalda hreitinum, döggvun, loftið kólnar og fellur niður. Hér getur myndast það sem við kallum trekkur. Þetta verður hringrás, köldu og heitu lofti og það heitir trekkur sem getur orðið hvimleitt vandamál í húsum. Heitt loft upp, kalt loft niður. Þetta er það sem við kallum kuldabrú. Nú, rakaskemmdir geta verið með ýmsu móti og renni ég hér hratt yfir helstu rakaskemmdir í húsinu. Frostskemmdir sem við sjáum hérna í skjóluvegg. Vatn innan hús lekur í útvegg og sprengir frá sér. Frostskemmdir á köldum byggingarhlutum. Og við sjáum fúamyndun hér út að raka og nær loftræstingu í þaki, í þökum. Hér er fúi byrjaður að leka frá þaki og hérna vegna rakamettunar við glugga í baðherbergi. Myglusveppur getur verið og mygla út frá raka. Hér höfum við leka lögn frá baðherbergi í sturtu, hér frá baðinu sjálfu. Hér er kuldabrúnaverki, ónæg loftræsting inn á þakrými og leki frá blöndunartækjum í eldhússkáp. Leki frá lögnum, leki frá baði, leki frá þaki. Þetta er ekki rakamettun innan hús heldur bein rakaskemmd frá utanaðkomandi áhrifum. Raki veldur líka tæringu á járni, lekum, lögnum, klæðningum, festingum ýmiss konar og eins og ég sagði áðan sýnilegum saltútfellingum sem við sjáum hér. Raki getur valdið sprungum í efnum, svo gerist hér, og ofþurrkun eftir rakaskemmdir í húsinu. Ofþurrkunin leiddi til sprungna. Hér er rakaskemmd á gólfi þar sem gólfið var þurrkað og skart. Og hér höfum við gamalt timburhús í Noregi þar sem rakaskemmdir eru sýnilegar hér á eins og sjáið á timbri farið að springa út af sífelldum rakabreytingum. Það er að segja það blotnar og þornar á víxl.
Þensla og spenna í efnum, parket sem að byrja að bólna upp, loft sem hefur hrunnið niður út af raka, bylgja í lofti út af raka og skemmdum á innréttingum eins og þessari hérna. Sjáu hérna har það bólna upp. Og svo það frágangurinn. Við höfum oft séð svona göt á rakavatnalagi. Þetta ekki gott. Og rakavatnalagið eitt af mikilvægasta sem við göngum frá í byggingum húsa í dag. Ef það rétt frá gengi getum við verið vissir að rakaþéttingin verður á réttum stað. En ef við göngum illa frá því og gerum eins og þessa mynd verður rakaþéttingin ekki á réttum stað og getur valdið stórskemmdum í húsnæðinu. Það skortur á staðþekkingu, rakahönnun, ábótavant og fúsk í frágangi. Þetta eru helstu orsakir rakavandamála innanhúss. Hönnun ábótavant. Hér getum við séð hönnun sem hefur verið sérstaklega hannað gegn kuldabrú í gegnum stálbita í þaki. Einangrun sett ofan á og þessi gæta hér góð loftunn yfir einangrunina. Þetta gerir það verkum að það verður engin kuldabrú og þar leiðandi engin þétting hér. Hér svo lofthiti talinn æskilegur með tillit lofthiti sem talinn æskilegur með tilliti til heilsu í rými íbúða á að vera. Stofa 20–28 gráður, hjónaherbergi 18–20 gráður, baðherbergi 22–24. Hvað varðar loftraka ekki æskilegt að hann hafi farið yfir eins og ég sagði áðan 40 HR yfir köldustu mánuðin og ekki yfir 60 HR yfir heitustu sumarmánuðin. Einnig skal forðast of lágt rakastig og ætti loftraki aldrei að vera minni en 20 HR. En við hátt hitastig í húsum skiptir loftraki umtalsverðu máli hvað varðar myglu og myglusveppamyndun. Meira ætla ég ekki að fjalla raka að svo komnu, en takk fyrir áheyrnina.